Ég rambaði óvart inn á Hornstrandastofu á Ísafirði þar sem tók á móti mér hún Kristín Ósk Jónasdóttir, sérfræðingur hjá Umhverfisstofnun sem með umsjón með Hornstrandafriðlandinu. Hún var greinilega með allt varðandi Hornstrandir á hreinu og ég gat ekki annað en fengið að fræðast aðeins svæðið og reglurnar sem gilda á því. Hornstrandir náttúrulega stórmerkilegt friðland hérna á norðanverðum Vestfjörðum. Var friðlýst 1975 og mjög sérstakt vegna þess hve erfitt aðgengi að svæðinu. Það hérna, hefur fengið miklu meiri vernd heldur en kannski mörg önnur friðlönd vegna þess að það svo afskekt. Þannig að fáir fara svæðið nema 3 mánuði á ári, rétt yfir hásumarið. Búfjárbeit hefur ekki verið á svæðinu í áratugaskeið og þeir sem mest á svæðinu eru þá afkomendur þeirra sem svæðið byggðu á sínu tíma. Ægilega allt í einkaeigu og við leggjum mikla áherslu á það að þegar gestir koma inn á svæðið að þá beri það virðingu fyrir bæði náttúrusvæðisins og líka húseigendunum og landeigendunum sem eru á svæðinu. Sökum þess að það verður ekki verið búfjárbeit á svæðinu þá mjög mikið plöntusgrúð og mikill gróður út allt upp í svona 300–400 metra hæð nema við fuglabjörgin sem eru græn alveg upp á topp. Og við leggjum mikla áherslu á verndun í fuglabjörgunum. Við erum með ábyrgðartegundir, bæði ritu og langví og stuttnefju og svo náttúrulega refurinn það sem allir vilja koma og hitta. Enda ábúðaþéttleiki refsins og Hornströndum meiri en víðast hvar annars staðar. Við vorum að setja Hornstrandastofu á laggirnar, hún var formlega opnuð núna í vor, var opin að hluta til í fyrrasumar og við viljum gjarnan að fólk sem ætlar að heimsækja Hornstrandir komi á gestastofuna til okkar, fái upplýsingar færð á gönguslóðunum, upplýsingar ástand gróðurs, fá upplýsingar kannski hvernig veðurspáin lítur út, hvernig á að búa sig. Það sem við viljum líka benda fólki á, við erum til dæmis með göngukort sem við erum nýbúin að láta útbúa fyrir okkur, sem eru með þeim helstu gönguleiðum sem við erum þá að fylgjast með og við erum búin að litakóða hérna til að sýna erfiðleikastig og það sem svo mikilvægt líka að því á Hornströndum lítið símasamband og stór svæði þar sem enginn og það ekki neitt skjól að leita að þá mjög gott að hafa góðar upplýsingar þegar þú ferð af stað, til dæmis hvar eru neyðarskýli. Og það eru neyðarskýli víðsvegar svæðið en því miður að þá eru í umferð töluvert mikið af göngukortum sem eru með gömlum úreltum upplýsingum, til dæmis að benda á neyðarskýli sem búið að taka. Síðan má ekki gleyma því að þetta náttúrulega friðland og við erum mjög stolt af þessu friðlandi okkar og viljum veg þess sem bestan að það náttúrulega ákveðnar reglur sem gilda varðandi umferð og dvöl inn á svæðinu og það mjög gott fyrir fólk sem ætlar að fara svæðið að fá upplýsingar eins og til dæmis hvar eru tjaldsvæði. Það má eingöngu tjalda á tjaldstæðum bara til þess að auka hreinlæti á svæðinu og það getur komið hingað og fengið bara hjá okkur rifkort til þess að sjá hvar eru tjaldstæði, hvar eru neyðarskýli og svo framvegis eða fengið sér göngukort hjá okkur. Og hér á þessu rifkorti þegar við snúum því við að þá hér til þess að finna svona helstu reglur svæðisins, hvernig við viljum að þú umgangist reppana á svæðinu og grenin þeirra og svo svona gátlisti hvað þú verður að hafa með. Og á þessum gátlista erum við ekki að tilgreina eitthvað sem væri gaman að hafa með, heldur meira svona það sem þú þarft til að hreinlega bara lifa af ef þú lendir í leiðilegu veðri á svæðinu. Þannig að við viljum gjarnan ítreka við fólk að útbúnaður skiptir mjög miklu máli á þeim norðurleikur stað. Bara verið velkomin á Hornstrandarstofu.